Mér langar að gera smá könnun. Hverjir er muna eftir því þegar HM í handbolta var á Íslandi árið 1995? Einhverjir? Er það bara ég? Nei, ok, það eru nokkrir. Það þið muni kannski eftir því á þeim tíma þá var mikið æði í gangi sem að hét POX. Það er einhver sem muni eftir því. Það var svo að Einar Gunnar sem kom því æði á stað á sínum tíma og ég glemdi og hann glemdi að taka það fram að hann var búinn að bjóðast til þess að taka áskorun í POXi fram með og eftir ef einhver telur sig vera betri en hann. Næsti gestur er Magnús Ingi Óskarsson. Magnús er tölunarfræðingur og MBA. Hann starfaði áður meðal annars í tekjustýringu hjá Icelandair áður en hann stofnaði sitt eigið fyrirtæki sem hét Calidris. Calidris hannaði hugbúnað fyrir mörg af stærstu flugfélögum heimsins og var að lokum selt til Sabre Airline Solutions. Í dag starfar Magnús sem ráðgjafi og situr meðal annars í fjárfestingaráði Eiríksbrota sem að Einar sýndi áðan, sem er einn af þessum sjóðum. Og auk þess þá er hann svokallaður englafjárfestir og hann ætlar svona aðeins að tala um það núna. Gjörðu svo vel, Magnús. Góðan daginn. Það er ein skilgreining á mér sem að glemdist að setja hérna inn í kynninguna. Ég flokkast undir fífl. Því að í þessum fjárfestingum sem ég að gera í tækni þá er ég hvorki fjölskylda né vinur. Þá var Stebbi Baxter síðan og reyna að koma mér í þann flokk þá gengur það nú illa. En ég ætla að renna aðeins yfir það hvernig ég er að vinna í þessum geira, hvaðan ég kem og hvaða lærdóm er þetta að draga af því. Nei, hvernig fer ég að því að gera eitthvað svona skemmtilegt. Gerum bara svona. Ég er menntaður í tölvunarfræði, ég er með MBA frá fínum skóla í Sviss og fór svo eftir hann að vinna hjá flugleiðum eins og það hét á þeim tíma. Var þar 1990-96 og Icelandair var á þessum tíma afskaplega skemmtilegt flugfélag og er svo sem ennþá, þetta er dvergvaxið risaflugfélag með alla þá flækju sem að stóra flugfélögin hafa en mjög fátt fólk til þess að sinna þessum störfum sem eru þarna og maður gat ekki komist hjá því að læra afskaplega mikið. Og þar uppgötvuðum við félagarnir 2 vandamál sem við síðan tókum með okkur og fórum að vinna í og unnum við næstu 13 árin. Og í millitíðinni þá hoppaði ég yfir og var einn af þessum hópi sem að byrjaði með Ós. Ég sá mjög skemmtilega mynd af svona 20 manna hópi á tröppunum í Ástás-Mjörsöluhúsinu við Snorrabraut. Þessi 20 manna hópur er ábyrgur fyrir meira heldur en 1000 störfum á Íslandi í dag. Síðan held ég mér út í það að vinna hjá Calidris, var þar í 13 ár, við seldum þetta 2010 til Sabre Airline Solutions, þetta er annað af svona 2 stærstu fyrirtækjunum í hugbúnaði fyrir flug- og ferðaþjónustu, hitt er Amadeus sem að kannski fleiri þekkja hér á Íslandi. Ég er alveg sannfærður það að við seldum á réttum tíma til rétts aðila. Núna starfa í vinnustöð Sabre á Íslandi, svona rúmlega 50 manns, allt saman hámenntað fólk þó enginn sjáu þetta. Við erum upp á Öskjuhlíðinni milli dauða og dauða. Kirkjugarðurinn á eina höndina og duftgarðurinn á hinna og til skamms tíma þá var heyrnleysingjaskólinn í næsta húsi. Skaplega friðsælt umhverfi. Núna hef ég, síðan ég hætti, þá byrjaði ég að leika mér í halvt ár, 1 sumar, hætti í júní og fór að leika mér og kom svo heim haustið og kona mín sagði mér, heyrðu, þetta er gaman, ég er orðinn svo frekar einmana, gaman að sjá þig. Já, ég skal vera heima. Svo 2-3 mánuðum seinna þá sagði mér, heyrðu, getur ekki ferð og gert eitthvað. Og ég fann mér það sem ég kalla dagvistun. Er í dagvistun hjá nokkrum sprotafyrirtæki sem ég er að hjálpa. En ég er líka hjá Eiríksbrotum, er þar í fjárfestingaráði og vinn heilmikið með þeim. Er í stjórnum 2 fyrirtækja á þeirra vegum og svo 2 í viðbót. En hvað er það sem að þarf til þess að búa til tækni startup? Og ég held að þetta sé svo sem almennt startup, ekkert endilega tækni.
og þetta er sá mælikvarði sem ég að setja á þau tækifæri sem ég að skoða. Þau eru ekkert voðalega mörg því að maður kemst ekki yfir margar dagvistanir í hverju viku. En það þarf að vera markaðstækifæri, það þarf að vera vara sem að getur orðið númer 1 í heiminum. Og þetta held ég að eigi bæði við mig og þessa sjóði sem eru þarna. Ég hef afskaplega lítinn áhuga á því að berjast markaðshlutdeild á Patreksfirði, en hins vegar hef ég mikinn áhuga á því að búa til einhverja vöru sem að býr til mikið virði fyrir fólk og fyrirtæki út allan heim. Þó að varan sé komin til og hún geti orðið best í heimi, þá eru nú ansi margar vörur sem hafa verið bestar í heimi sem hafa fallið, ekkert orðið úr þeim vegna þess að leiðin að markanum ekki til staðar. Þetta nú kannski það sem við Íslendingar eigum erfiðast með. Það er löng leið en þó að varan og hugmyndarnar geti orðið stórkostlegar hérna heima. Liðið, það er alveg nauðsynlegt og jafnframt því þarf að vera afskaplega skýr sýn og leiðtoga hlutverk og leiðtoga hæfileikar í þessu liði. Því að með góðu liði þá þarf maður ekkert annað heldur en að segja, jæja krakkar, sjáu þið við erum að fara inn í þangað, allir með, fínt þangað. Og eftir það þá finnur þetta frábæra fólk sem er með leiðina að þessu marki. En allir þessir hlutir eru nauðsynlegir. Það er ekki einn einasti þeirra sem að hægt að sleppa, annars klekkar. Þannig að ef við kíkjum á svona fyrsta tékkið á þessu, tækifærið verður að vera þarna. Það þarf að vera raunveruleg þörf á markaðnum, hvort sem að hún er að birtast á nýjum hlutum eins og hefur verið náttúrulega gríðarlega mikið hér á undanförnum árum þegar að móbæltækni hefur verið að ryðja sér til rúms og fullt af hlutum verið bara að koma upp, fullt af þörfum sem hafa aldrei verið til staðar áður. Það hafði engin þörf fyrir snjallsíma þegar hann kom á markaðinn, en vá hvað hann breytti heiminum. Tækifæri þarf að vera nógu stórt og það þarf líka að vera nógu mikið í því. Það þarf að skila tekjum einhvern tímann og hvað sem að menn trúa því einfallega að menn geti labbað heil lengi í gegnum tækifærið á þess að skapa nokkra einustu tekjur og ætla sér að finna út úr því seinna. En þá verða menn líka að vera vissir það menn geti byggt sér upp alveg rosalega sterka stöðu sem að verði síðan að tekjum seinna. Þú þarft ekki að komist inn á þennan markað, það þarf að vera tækifæri, það þarf að vera skráargat til að komast inn, sem að þýðir oft einhver takmörkuð tækni og síðan þarftu að sjá til þess að þetta tækifæri sem þú hafir, það samkeppnisforskot sem þú ert að afla þér, að það geti orðið, þú getur varið það, þú getur búið til einhverja þá stöðu og þú vergir það, hvort sem þú gerir það með því að fara bara hraðar heldur en aðrir og oft á tíðum það bara fínt, fara bara hraðar nógu lengi þangað til þú kemst í fangið og einhverjum sem nógu stór til að verja þeim með einhverjum öðrum ráðum. En fyrir fyrirtæki þá þýðir þetta að þú ert að koma inn á markað sem er að byrja eða markað sem er í breytingum. Og í tækni þetta nú oft þeim tækifæri sem maður að sjá þetta oftar markaður sem er að byrja. Það er verið að finna einhverja þörf sem að er að ryðja sér til rúms, einhverja nýja þörf og hlaupa á eftir henni. Tékk númer 2. Getur fyrirtækið eða getur þetta lið, þetta er náttúrulega ekkert fyrirtæki orðið oft á tíðum þegar maður er að sjá þau í fyrsta skipti, mannskapurinn til staðar til þess að ná að klára þetta. Og þá spurt, þá svo hugmynd sem liggur fyrir og þá svo vara sem búið að búa til, leysir þetta vandamál sem að verið er að tala og hversu vel gerir þetta. Hvaða virði verið að búa til fyrir viðskiptavinina? Þetta snýst nefnilega allt saman virði. Ef þú getur búið til meira virði fyrir viðskiptavinina hver sem hann heldur en nokkur annar, þá ertu bara í býsna góðum málum. Það eina sem þú áttu eftir að gera að segja frá því, þannig að fatti það sjálfur. Og þar kemur að þessum markaðsaðgangi. Og hann oft á tíðum þessi erfiðasta hindrun sem þessi íslensku fyrirtæki að glíma við. Hér höfum við ekki í reynsluna, við erum með örmarkað sem að oft á tíðum og yfirleitt hefur ekkert að segja með það hvernig þú nærið árangur erlendis. Og þar þarftu að ná þér í samstarfsaðila, dreifileiðir
og þetta er erfiðasti hjallinn að stíga yfir. En svo spurningin, og þetta er það sem sammælikvarði sem ég set á alla sem ég að tala við, hvernig ætlað þú að verða númer 1 í heiminum? Og þetta þýðir það, ef þú ætlar að verða númer 1 í heiminum, þá getur ekki orðið númer 1 í heiminum í öllum heiminum. Þú getur ekki með einum litlum prímus farið og ætlaðir að ná því að sjóða úthafið, eins og við talum á enskri tungu. Þannig að þetta þýðir að þú ert að minnka þetta skóp sem þú ert að fást við, þá ert þú komin inn á einhvern markað þar sem þú getur sagt ég er númer 1 í heiminum. Og unnið síðan út frá því að ef þú getur sagt þá sett númer 1 í heiminum, þá hlustar fólk á þig. Ef þú kemur inn á einhverju að spyrja þig hvað þetta gera og hvað ertu með í höndunum. Já, við erum númer 6. Já, heyrðu, hver er númer 1 og 2? Já, blessaður, sjáumst. En þetta þýðir líka að þú þetta fókusera á það að búa til virði fyrir þessa kúnna sem þú nærið í. Ég í því hlutverki að kallast kannski engill, en ég held að það sé miklu mikilvægara fyrir fyrirtæki sem eru að byrja í þessu að finna sér ekki viðskipta engil, þar sé það sem kemur peninga, heldur viðskiptavin sem engil. Finna þennan fyrsta mikilvæga viðskiptavin sem að hjálpar að búa til vöruna og helst borgar fyrir hann í leiðinni. Liðið er algjört lykilatriði og þar kemur til margt. Dómeinþekking eða þekking á viðfangsefninu, eins og í mínu dæmi, við höfðum mjög góða þekkingu. Á þessum árum sem ég var að vinna hjá Calidris, þá var það algjör hending ef við hittum fyrir einhverju flugbransanum sem voru með víðtækari þekkingu á mörgum málum hjá flugfélögunum, einfaldlega vegna þess að við þurftum að glíma við öll þessi vandamál í mjög litlu umhverfi. Eins og hitti ég mjög marga sem höfðu dýpri þekkingu. En maður var þó allavega viðræðu hæfur við þá svona upp að einhverju marki og gat tengt þetta saman við aðrar önnur svið innan flugfélagsins. Það þarf að vera vöruþekking og það þarf að vera tækniþekking. Mér oft af tíðum fundist að þarna séum við Íslendingar afskaplega sterk. Við fáum fínar hugmyndir, hér er fínt tæknifólk og við getum búið til frábæra vöru. Það þarf að vera leiðtogahæfileikar, það þarf að vera framkvæmdahæfileikar og þetta er ekki síður því að þetta er ekki bara það að ná að búa til einhverja múæsingu innan ákveðins hóps. Þú verður að geta kláraði að verkefninu og eins og Einar sagði, þetta er löng þrautaganga. Ég hef stundum talað það að frumkvöðlar þurfi að eiga tvennt sem er afskaplega mikilvægt. Þeir þurfa að eiga góða sultaról vegna þess að menn verða svangir árum saman, borga sér lítið laun og hafa lítið að bíta og brenna. Þeir þurfa líka að eiga alveg afskaplega skilningsríkan maka ef þeir eiga slíkan. Og því að mér stundum verið hugsað til konuna minnar sem að við vorum að glíma við þetta á þenslu árunum mestu og það sem allir voru að græða sem mest og fólk horfði á mig með vorkunnsemi og sagði, ert þú í rekstri? Ertu ekki í fjárfestingu? Þegar mælikvarðinn á gæði fólks var það hvað þeir voru með hvað þeir höfðu mikla fjárfestingar getu. Það var ekkert verið að velta fyrir sig hvað það skilaði eða hagnaður eða annað slíkt og fólk eins og ég sem var að glíma við að berjast í rekstri og hafði ekkert upp úr þessu. Við vorum aumingjar. Enda þessu sí, ég er fíbl og hefur verið það. Reyndar fékk ég nú svona smá uppreisn æru með sjálfum mér þegar ég fór og gerði smá svona einfaldan núvirðisreikning á því ef ég hefði verið í vinnu hjá bankanum og hefði verið á fínum launum svona miðað við menntun og reynslu allan þennan tíma að ég hafði meira upp úr þessu með því að vera í þessari baráttu allan tíman og geta svo selt fyrirtækið í restina. En þetta var nú execution skills eða það er að segja þá þrautagöngu að láta alla hluti ganga upp alltaf.
Svo þarftu með markaðshæfileika og þú þarft söluhæfileika. Og þetta tvennt saman það sem þarf að koma þér í gegnum allar dreifileiðirnar þínar til að koma vörunniðin út á markað, þannig að hún fái loksins notið sín og farið að búa til virði fyrir viðskiptavinina þína. En kannski lykilatriði í þessu vegna þess að liðið aldrei fullmótað á þeim tíma sem maður kemur að þessu. Og spurningin getur sá hópur sem að þarna inni náð sér í albesta fólk til þess að vinna með, sem að völ á til að vinna með. Við vorum afskaplega lánsam að þessu leyti í Kalitris, fengum gríðarlega öflugan hóp til þess að vinna með okkur og sem að samsvaraði sig þeirri sýn og þeim gildum sem við vorum að vinna eftir og fannst stórkostlegt að vera að vinna ný lönd og að búa til mikið virði fyrir okkar flugfélög sem voru viðskiptavinir okkar. Þegar ég kem að þessu núna, búin að komin yfir í dagvistunar haminn og að spjalla við frumkvöðla sem að koma og vilja fá mig til þess að vera MEM, þá það kannski, þá þessi atriði sem ég talaði áðan. Fyrirtækið, fólkið, getur þetta náð árangri, getur þetta orðið númer 1 í heiminum, en ég þarf líka að spyrja sjálfan mig, skil ég þetta? Og ég til dæmis skil ekkert í leikjum. Ég spil ekki tölvuleiki sjálfur og ég skil þá ekki og þess vegna fjárfesti ég ekki í Plain Vanilla og slíku, en ég skil margt annað. En ég verð að skilja þetta. Og hef ég einhverju við að bæta? Teymið þannig uppsett að það dekkar alla mína þekkingu, þannig að ég kem ekki með neitt nýtt. Líkar mér viðskipta þetta svið sem að fyrirtæki að vinna í. Ég kem ekki til með að vinna fyrir tóbaksfyrirtæki og eitthvað sem ég líkar ekki við af einhverjum það ætlar að vera skemmtilegt. Og líkar mér við frumkvöðlana og liðið sem að vinna í þessu. Verður þetta skemmtilegt? Ég held að það sé eina af því stóra sem að ég horfi á í þessu því. En almennt séð í frumkvöðla bransan, þú að sigra heiminn á hverjum einasta degi. Það býsna skemmtilegt. Hins vegar nokkur hlutir sem ég hef engar áhyggjur af. Ég hef ekki áhyggjur af óvissu. Það eina sem alveg víst það að plönin eins og þau eru lögð upp núna, þau munu ekki ganga eftir eins og þau eru sett fram. En það allt í lagi. Ef þú með lið á bakvið þig, lið sem í þessu, gott lið, þá finnur það leið til þess að vinna sig út úr þeim breyttu aðstæðum sem alltaf að koma upp. Ég heldur ekkert áhyggjur af exit. Ef að fyrirtækið að búa til frábært virði fyrir viðskiptavinina og búin að byggja upp góðan business út úr því, þá kemur exit. Við vorum ekkert á leiðin að selja okkar fyrirtæki þegar það hringt í okkur einn daginn og spurt hvort við vildum dansa. Já, bara gaman, alveg til í að dansa. Kannski kom eitthvað út úr því, kannski ekki. Ég heldur ekkert áhyggjur af því að fá peningana mína tilbaka strax. Það bara ekki að gerast. Stundum gerist þetta hraðar heldur en ella. Fyrsta fyrirtæki sem ég fjárfesti í eftir Kalitris var Klara og þeir seldu fyrirtækið á bara 2 árum eftir að ég kom þarna inn og bara mjög ánægjulegt. En almennt séð þá maður að horfa á 10 ár. Og ég stundum verið að velta við mér, ég orðinn of gamall í þetta? Nei, ég náttúrulega alveg bráðungur og verð ekkert gamall því ég í dagvistun með hinum börnunum. En ef allt gengur vel, þá byggjum við stjörnu fyrirtæki. Allir á leiðinni að byggja einhyrninga og langar til að gera það, en svona gott fyrirtæki lítur einhvern veginn svona út. Það á vel afmörkuðum markaði, kannski það ennþá á nísmarkaði, svolítið stærri heldur en þetta pínulitla markaðshilla sem við skilgreindum í upphafi. Kannski þetta komið á miklu stærri markað, kannski þetta komið út allan heim. Það í leiðandi stöðu og
þetta bara einfallega það sem skiptir öllu máli. Að ef þú ert á nýjum markaði, þá kemur að því vonandi að markaðurinn tekur ríkur upp og þú lendir inn í fellibylnum. Og þannig að markmiðið að vera númer 1, vera séður vera númer 1 í heiminum þegar að fellibylunni fer á stað. Þá áttu ekkert annað að gera heldur en bara bíða og moka út vörunni þín á meðan. Þetta fyrirtæki býr til frábært virði fyrir viðskiptavinin og helst að sé mælanlegt. Frábært lið, vaxandi tekjur, það getur vaxið út úr þessu nýs sem það að tala í einhverjar áttir og kannski þetta farið að skapa það mikla tekjur að þetta ekki kostnað. En ef ekki, þá það enn að byggja sér einhverja samkeppnisstöðu sem að muni nýtast í til þess að verða stórkostlegt í framtíðinni eða skapa stórkostlegt tekjuflæði í framtíðinni. Og svo gott exit ef að þetta gengur eftir einhvern tíman seinna. Ég þakka bara fyrir mig og ég vona að þið hafið lært eitthvað af þessu og ég hef ekki verið alltaf leiðinlegur.